Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Við viljum að ræða vaxtastig Seðlabankans og verðbólgu og efnahagsvinkla hvort úrræði Seðlabankans eru nógu góð, hvort þau bíta. Nú verðbólgan fór mest í 10,2% fyrir eitthvað cirka 2 árum, en hún hefur minnkað heil 5% síðan þá, segir í grein Ástu Lóu Þórsdóttur, þingmanns og þingflokksformanns Flokks fólksins. Þrátt fyrir þessa miklu hjöðnun hafa vextir ekki lækkað en einu samræmi við það, segir hún. Meginvextir Seðlabankans fóru hæst í 9,25% en hafa einungis lækkað 2% stig. Og Ásta Lóa komin hingað til mín til að ræða þessi mál. Vertu velkomin. Takk fyrir. Mér finnst nú bara alltaf gott að þú skulir vera einn örfára þingmanna sem skrifar greinar mjög umdeilda vaxtastefnu Seðlabankans sem margir upplifa sem svona heilaga kú sem enginn komi böndum á. En sko, þeir eru núna 7,25% stýrivextirnir. Ertu með einhverja svona tölu fyrir okkur? Hvað finnst það ætti að vera lágir eða miklu lægri? Já, það er nú svo sem kannski erfitt að segja, sko. Ég reyndar, þetta er náttúrulega þannig að ég tel að það sé bara ekki rétt að það gangi ekki að stýrivextir eða semst að vextir á húsnæðislánum séu eiginlega eina meðalið sem notað í verðbólgunni. Vegna þess að það bitnar verst á þeim sem að minnst eiga og mest skulda. Í rauninni fólki sem hefur ekki efni á því að valda þenslu. Og það er fólki sem getur ekkert mikið breytt hegðun sinni. Og það getur, en málið er þú getur ekkert breytt hegðuninni með húsnæðislán. Þú veist, og þá komum við aftur að því líka að sko 5% verðbólga í eðli sínu og kannski ákveðin einföldun samt í eðli sínu þýðir að þú ert með 100.000 króna útgjöld, þá hækkaðu 5.000 krónur, þið farið í 105. Ef þú ert með 500.000 króna útgjöld, þá farið í 525.000, hækkum 25. Og flestir eru sjást eitthvað staðar hann á milli. Segjum að þú sért að hækka að útgjaldiðin hækki 15.000 krónur á mánuði í 5% verðbólgu. Það er alveg nóg, sko. En þú færð það og svo færðu ofan á til þess að hlífa þér við eða reyna að einhvern veginn verja þig gegn þessari að verðbólgan verði eitthvað aðeins meir en þetta, að þá þarftu að borga kannski 200-300.000 krónur meira í vexti á hverjum einasta mánuði af lánunum þínum og sem að svo aftur smittast yfir í leigu og annað þess þar, en við skulum kannski aðalega tala lánin núna. Og ég sé ekki að þetta gangi upp og ég held að bara heimilin myndi nú bara þykja það að fá bara að díla við verðbólgu upp á 15.000 sem er kannski alveg nóg fyrir þau flest, heldur en að þetta sé heldur en að koma húsnæðislánin og þar getur einhver stjórnað. Þú getur stjórnað matvælainkaupum þínum. Jú, þú þarft að borða, en þú getur hugsanlega valið ódýrari tegundur eða einhverju sleppt keksi eða sleppt einhverju og allt það. Það getur gert þar, en húsnæðislánin, þetta er stærsti pósturinn fyrir hvert einasta heimili. Og það er ekkert að gera, það er ekkert að tala við bankan og segja, hei, ég ætla að fá að sleppa þessa þessu, ég borga bara eins og ég get eða eitthvað þess aftar. Það gengur ekkert upp, þá ertu bara komin í vanskil og við vitum hvað fylgir á eftir í kjölfarið á því. Og mér finnst þetta mjög mikilvæg umræða í ljósi þess að peningastefnunefnd og Seðlabankinn, þau eru alltaf að vísa til þess að þau séu að reyna að berja okkur með svipu til þess að breyta hegðun okkar. En svigrúm flestra er bara svo takmarkað. Já, sko, þú veist, það er bara, sko, það er svo margt í þessu, ég get sagt svo margt. Það er stundu talað að það þurfi auka fjármálalæsi fólks og þetta var nú stundu sagt eftir hrun og ég var alveg það var ekki fólkið sem fór á hausinn, sko. Það voru bankarnir. Það var ekki fjármálalæsi fólksinn sem var ábótavant, það var fjármálalæsi bankana í rauninni sem svo fóru að setja sig á háan hest og kenna fólki fjármálalæsi eða hvernig sem það var túlkað. En og það er þú veist, og svo talað að fólki geta gert áætlanir. Hvernig átt að geta gert áætlanir? Þú getur ekki gert áætlanir þegar stærsti pósturinn hefur breytist alltaf svona gríðarlega mikið og það sé bara hægt að breyta honum 1, 2 og 3 og greiðslu matið sem þú fórst í, það skiptir engu máli. Þú fékkst jafnvel ekki að taka hagstæðri tegunda láni og var vísað í eitthvað ákveða því að það munaði jafnvel bara einhverju smá, jafnvel 5-10 krónum á mánuði eða eitthvað í greiðslumatinu hjá þér, en svo er hægt að skella á því þessum vöxtum sem er ekki neinu, þannig að þú veist bara greiðslumatið er bara farið út í veður og vind alveg leið. Þetta er eitthvað sem gengur ekki upp
og eins og þú segir, fólk getur ekki laga sig að þessu vegna þess að það er ekkert, þetta er bara þessi stóri póstur og svo þarf fólk að borða og jú, það kannski reynir að spara þar, en þetta, þú veist, það er að borga 15.000 krónurnar og svo vextina sem að eru þetta háir. Ég veit ekki hvað þeir ætti að vera há, mér finnst að þeir ætti ekki vera meir en 4%. Já. Og ég held að við þurfum að fara að finna aðra leiðir vegna þess að það er ekki fólki sem mikið skuldar sem að er virkilega að valda þenslu. Það er fólki sem hefur fjármagnið og það verður nú bara að segjast eins og að stærstu aðilarnir með fjármagn eða þeir sem eru með mest fjármagn á milli handana, það eru lífeyrissjóðirnir og bankarnir og bankarnir til dæmis hafa bara gríðarlega áhrif á hversu mikið að fjármagni er í umferð og svo hagnast þeir og hagnast á verðbólgu. Þú veist, það gengur bara ekki upp. Það segir einmitt í þessari greininni að það sé ekki allir sem tapi á þessu vaxtastígi. Nei. Og þetta finnst mér, ég meina, ég hef nú bara ekki fylgst með því hvort það séu komnir ársreikningar frá Arion banka og Íslandsbanka en ég var allavega ekki búin að taka eftir því þá. En þarna daginn að þá var komið frá Landsbankanum 39 milljarðar í hagnað. Og á vaxtamun? Já, og ég meina, þú veist, þegar við erum að tala um hagnað, þá erum við að tala að þú veist, fólki er búið að borga lánin sín og bankin er búin að greiða laun og allan sinn rekstur og allt það og það eru 39 milljarðar afgangs. Og ef við bara tökum í það, þú veist, eitthvað náttúrulega væri alltaf í hagnað þó að vextinni væri 4% eða hvað það væri, þú veist, það kemur alltaf einhver hagnað, við getum ekkert sett út á það í sjálfu sér, en 39 milljarðar og ef hinir bankarnir eru með eitthvað svipað og svona varlega áætlað, þá værum við með allavega 100 milljarða sem að bankarnir eru með í hagnað. Og það bara með 100 milljarða, ég setti það nú upp þannig að ef að þessu er skipt jaft á milli allra íbúa landsins, hvers einasta bara sem er með kennitölu, bara nýfætt börn og upp í þá elstu, að þá eru það voru 700.000 krónur fyrirgefið á heimili í landinu. 700.000 krónur hvert einasta heimili í landinu. Miðað við að þau séu 140.000. En nú langar mig að benda á að Landsbankinn er að fullu í eigu íslenska ríkisins og þú setur í ríkisstjórn. Já. Og ég er í meiri hluta, ekki ríkisstjórn. Nei, fyrirgeðu, einmitt. Og það heyri stundum að Kristrún og Daði, þau séu í aðstöðu til þess að hafa áhrif á það að Landsbankinn byrja að hegða sér með siðsamlegri hætti heldur en aðri bankar, gefa eitthvað fordæmi, þar með myndu við mögulega bara færa reikningun okkar til og ef hinni bankarnir myndi ekki bregðast við. Hvað finnst þér um það? Já, sko, það er náttúrulega þannig að það er hérna kerfi sem hefur verið mjög ríkjandi sem að er þetta bankakerfi og það virðist vera gríðarleg hræðsla við að hrófla við því. Ef að ég er í þessu einn og sennilega Flokkur fólksins, þá myndum við, Flokkur fólksins, við myndum vilja breyta Landsbankanum strax í samfélagsbanka og en þarna eru náttúrulega bara fleiri sem koma og ég get í rauninni ekki svarað fyrir sem sagt, þetta eru samt, hvað við segja, ríkjandi skoðanir virðist vera innan hagfræðinar að það megi aldrei hrófla neitt við neinu í þessu kerfi, þetta sé bara hinn eðlilegi gangur lífsins. En hagfræðingarnir eru svolítið í því að vernda hérna stóru og sterku og þeir vísa til ábyrgðar í ríkisrekstri og fleira, en það eru samt mörg önnur hagstjórnar tæki til í vopnabórum seðlabanka víða í veröldinni heldur en að berja höfðinu við steinin og vera alltaf með einhverja ofurvexti og vera alltaf að reyna að knýja fram einhverja hegðunarbreytingu sem ekki verður. Já, sko, af því að ég hef setið lengi vel í efnahags- og viðskiptanefnd eða bara frá því komin á þing og ég man eftir því að ég spurði seðlabankastjóra einhvern tímann bara reynt út, ég menna lítur á það sem þitt helsta hlutverk að verja fjármálakerfi og svar við því var já. Og þetta er náttúrulega bara svo hagfræði sem við höfum hort á. Ég fór svona kannski fyrst almennilega að fylgjast með þessum málum eftir hrunið og þar fór sem fór af því að aðaláherslan var á að verja fjármálakerfið og það er einhvern veginn alltaf aðaláherslan á að verja fjármálakerfið og heimilin nú náttúrulega var ég formaður hagsmunasamtaka heimilana og það er einhvern veginn, það er rosalega erfitt þannig séð að
það virðist enginn vilja líta á heimilin sem hagsmunahóp, skilur, af því að það er bara við öll, skilur við. Og þá er það ekki hagsmunahópur og þess vegna hefur alltaf verið svolítið að tala fyrir að því auðvitað er þetta ólík heimili og það er frá mjög háum tekjum upp í mjög lágar tekjur og allt þar á milli. En það er svona svolítið sko eins og viðhorfið er bara, ég hef stundum hugsað þetta eins og bara að heimilin það er bara svona miðin, þú veist, sem að allir geta sótt á. Það geta allir farið og veitt frá heimilunum og það er engin kvóti. Það virðist aldrei vera neinn takmörk, skilju. Það eru vextirnir, svo hækka fyrirtækin álögur, nú eru að koma frá orkufyrirtækjunum og náttúrulega þegar ríkissjóður þarf að hækka sína gjaldskrár og allt þetta. Þú veist, þetta er allt þetta heimilin og alltaf borga þau. Þau eru alltaf svona, hvað segir maður, on the wrong side of the stick, það er alltaf, þau eru alltaf þeim megin að þau tapa alltaf á meðan aðrir hagnast. Heimilin geta ekki komið og sagt, hei, þú veist, nú eru svo mikil útgjöld hjá mér að ég ætla að hækka launin mín. Þú veist, en fyrirtæki, nú eru svo mikil útgjöld og jafnvel, við erum ekki að fá hagnaðinn sem við viljum, ég meina arðsemi bankana bara og arðsemiskrafa er orðið eitthvað sem er eins og eitthvað bara heilagt. Arðsemiskrafa er ekkit annað en að fólk kemur saman og segir við viljum græða svona mikið. Bankarnir níðast á skuldugum almenningi. Nákvæmlega, en heimilin er alltaf bjargarlaus og svo þegar að það er gert, sem sagt að verkalýðshreyfingin segir ok, nú ætlum við að krefjast að heimilin fá eitthvað, að þá er það alveg svakalega slæmt og ítir öllu í gang og bara þú veist, þá alltaf frá hausinni að heimilin fá eitthvað til þess að standa undir en fyrirtæki gera þetta. Þau segja, við þurfum meira ef við ætlum að standa undir okkar arðsemi og því sem við erum að gera, þá hækka þau en heimilin geta ekki gert það. Þannig að þau eru alltaf svona, þú veist, þarna í þessari stöðu að tapa. Kannastu við Lóu Pind Aldísadóttur, blaðamann? Já. Við erum lengi saman á tímanum, forðum og erum ágæti vinir, við erum Facebook-vinir og ég sá hún birti færslu á Facebook í gæri eða fyrradag þar sem hún hafði keypt með kærastanum sínum íbúð á Spáni og hún var að lýsa tilfinningunni þegar hún sá að höfuðstóll lánsins byrjaði strax að lækka. Já, pælti því. Hér getur þetta ástand staðið yfir áratugum saman að þú borgar og borgar vegna verðtryggingarinnar. Já. Þú borgar og borgar og alltaf eykst skuldin. Já. Þú verður einhvern veginn dofinn gagnvart þessu, þú vilt helst ekki, þú hálf skammast þín fyrir þetta. Það liggur við að maður vilji ekki sjá þetta birtast á appinu, lánastöðuna. Og þetta er mjög fyrrt og þetta er svona þetta er mjög mikil sérstaða í nágrannalöndunum sem við berum okkur sama við en það er líka til fólk sem að ver þetta kerfi og segir, jú, þetta þýðir það er bara allir að borga leigu þú borgar bara sjálfu leigu eða bönkunum leigu eða fjármálakerfinu leigu og allir geta fengið húsnæði og svona og kannski var það einhver tíma þannig en það hefur nefnilega ekki verið þannig núna upp á síkastið að þú getur fengið húsnæði þótt þú viljir eins og ungt fólk. Nei. Og þetta er náttúrulega það sem að við erum að reyna að vinna og þetta er bara, þú veist, við erum núna komið með Ragnar Þór sem húsnæðismálaráðherra og ég ætla bara að segja, ég held að við getum ekki haft betri mann í því, það er með svo djúpstæða þekkingu á þessum málaflokki og með hugmyndir og annað og það er verið að vinna í uppbyggingu og það verið að fara að brjóta landan í Úlfarsárdal og ég veit að Flokkur fólksins átti stóran þátt í að það var farið í það. Auðvitað tekur þetta tíma, svo er sagt, þú veist, já, en það er ekki komið neitt. Nei, það er ekki komið neitt af því að hús rís ekki bara því að við segjum við ætlum að reisa hús, það þarf, þú veist, að gera þetta, en við erum að vinna í þessu vegna þess að fólk þarf að geta, það þarf að vera húsnæðismarkaður og það þarf að vera, þau þurfa að vera íbúðir sem að fólk hefur efni á að kaupa og henta. En hvað var að verðtrygginguna, það náttúrulega hún er að mínu mati og okkar til dæmis í hagsmunasamtökum heimilana bara mesta böl íslensks efnahagslífs vegna þess að það er eitt sem að til dæmis verðtryggingin gerir, hún eyðileggur eða skulum segja deyfir svakalega vopn Seðlabankans, þessi vopn með að hækka vextina vegna þess að
það bitnar á svo fáum. Og Já, ég man og að eins og við sáum daginn þegar fólk flúði úr óverðtryggðum bara allir yfir í yfir í verðtryggt. verðtryggt sem að alveg svakalega slæmt líka. En ég einmitt man að þegar og nú ég að rifja upp gamla tölur, ég hef ekki skoðað þetta lengi, en ég man eftir að þegar að allt þetta, þetta vaxtahækkunarferli fór í gang, þá voru held ég 40% heimila voru 50% heimila sem voru með verðtryggð lán. Það voru 30% heimila með óverðtryggt á föstum vöxtum og það voru 20% heimila með óverðtryggt á breytilegum vöxtum. Ég held ég sé ekki að snúa þessu við, það gæti að vera á hinn veginn 20-30. En allavega, við skulum bara segja að það hafi verið þá 25, svo ég sé nú svona allavega nær réttri tölu, að miðað við það, þá voru 25% heimila sem að fundu fyrir þessu tæki Seðlabankans. Vegna þess að þarna voru þá 20-30% sem að fundu ekkert fyrir þessu af því að þau voru bara með fasta vexti. Svo var hins vegar að fara að tala snjóhengjuna og það var alltaf mjög miklar áhyggjur af fólkinu sem allt í einu fékk þetta á sig. Það var hins vegar að minna að hugsa fólki sem að var að greiða þetta allan þennan tíma. En svo flúðu mjög margir yfir í verðtrygginguna sem bara alls ekki gott fyrir hagkerfið og Seðlabankastjóri þó að neyti því, þá basically þá hvatti hann til þess að fólk gerði það þegar hann sagði þið verið að tala við bankan ykkar og athuga með lausnir. Það voru engar lausnir hjá bönkunum annað heldur en að vísa fólki verðtryggð lán. En hann hafði samt vitað því að vísa ekki sjálfur á verðtryggðu lánin. En í rauninni þetta er líka svo mikið þversögn vegna þess að þú vilt að tækið þitt virki og minnki peningamagn í umferð hjá fólkinu í landinu en bendir því svo á sama tíma á að leita í bankana sem að henda þeim beint í verðtryggð lán sem að veldur því að tækið virkar ekki. Og það er rauninni þannig að við erum einhvern veginn alltaf að þeir sem hins vegar er með verðtryggt, þeir munu borga fyrir þetta síðar og ég hef nú haldið margar ræður og skrifa greinar það og vara við því ég hef gríðarlega áhyggjur af því þegar að þungin fer að koma fram í verðtryggðu lán. En margir segja að við þurfum verðtryggingu vegna hún sé sjúkdómseinkenni en ekki sjúkdómurinn sjálfur. Og hagkerfið verði skopparabolta hagkerfi og meðan við erum með íslensku krónuna og við erum með alls konar svona sveiflur og dynti. Af hve miklu leyti finnst þér að vandamálið sé íslenska krónan? Ég held að vandamálið sé meira verðtryggingin heldur en íslenska krónan. Og það er líka annað sem að þarna og ég átti oft í þessu þegar ég var formaður hagsmunasamtakanna og við vorum að ræðum verðtrygginguna og svo kom einhver og sagði við þurfum bara að skipta gjaldmiðil. Það er rosalega einföldun. Það til dæmis það er ekkit bannað að verðtryggja evru. Og þegar að bankarnir eru búin að sjá hversu svakaleg mjólkurkú verðtryggingin að þá er alveg víst að þeir myndu halda fram að bjóða upp á verðtryggð lán. Vegna þess að það er alltaf gott fyrir einhvern að horfa upp á lægri afborganir í upphafið, jafnvel þó að það er myndu lækka eitthvað með evrunu sem hins vegar þó það var hægt að bjóða upp á einhvað hagstæðari lán með evru sem að hefur ekkert endilega verið sýnt fram á að þá er alltaf hægt að bjóða upp á eitthvað hagstæðara sem af því að mjög margir áttar sig ekkert á þessu sjá bara fyrstu greiðslunar eru og þetta er frábært í 5 ár eða hvernig það verður Síðan þannig að það er nú eitt. Annað er að við þurfum að takast á við ástandið eins og það er. Ef við ætlum að fara að taka upp annan gjaldmiðil, það mun taka tíma. Hvað ætlum við að gera þangað til? Vegna þess að það gerist ekki, ég held að taka í lágmarki 2-5 ára og jafnvel meira. Ég þori ekki að fara með það, en það er ekkert að fara að gerast bara morgun ef við tökum eða í næstu viku því við tökum ákvörðun í dag. Þannig að við þurfum að díla við ástandið sem er. Og og ég held að verðtryggingin er mjög slæm fyrir íslensk hagkerfi vegna þess að hún skekkir þetta allt saman. Út frá nú svo langt síðan ég hef rætt verðtrygginguna svona í smáatriðum en bara til dæmis þetta með hvað Seðlabankinn er með í hvað þetta veikir stýritækið sem er stýrivextirnir og svo líka í rauninni verður húsnæðisverð að hækka. Ef að verðtryggingin á ekki að vaksa upp fyrir eða höfustöllin á ekki að vaksa upp fyrir
húsnæðisverðið og svo framvegis, þannig að þetta hvati í þessar átti líka. Þannig að ég held að sko verðtryggingi sé vandamálið og svo stundur sagt hún verður að vera til þess að þeir sem að minnst hafa milli handana geti eigi möguleika húsnæðislán og þetta finnst mér ömurleg röksemdafærsla. Hún var samt skárri hérna í gamla daga þegar húsnæðisverð var miklu lægra og lóðaverð var nú bara hagst, eða þú veist, kostaði ekki augun úr og það var miklu meira frambúð af eignum. Já, það er alveg ég þori ekki að fara í því, ég get alveg, það getur vel verið, sko. En núna er þetta eiginlega alveg gaggalega sko. Þetta er alveg svakalegt, sko. En sko að segja það, við verðum að hafa verðtrygginguna sem eru verstu lán sem eru til og eru svo ofboðslega afturþung. Þau, þú veist, dýrast, það er hæst afborgunin þegar þú ert þegar þú átt í rauninni að vera að losna undan lánunum og lífið á að vera léttara, sko. Já. Þá er hún verst. Já. Þetta eru svona, ég man ekki... Þegar þetta sigla oft inn í tekjulægra skeið. Já, ég man ekki nema að þetta voru svona 5-7 ár þangað til að, þú veist, verðtryggingi var búin að ná sem sagt, afborgunum með breytilega vexti og síðan, sem sagt, fer hún bara rosalega hratt hækkandi og á ákveðnum tímabilin þá var hún komin upp í bara... Já, hún komið vel yfir 1 milljón, sko, hverjum einasta mánuði, sko. Og þetta eykur vitaskuld hættu á efnahagslegri stéttaskiptingu sem erfist því að ég var nú með fasteignasala daginn. Já. Hann staðhæfði að í hvert einasta skipti sem ungt fólk keypti hjá honum íbúð á árinu 2025 þá hefðu ættingjar hjálpað til. Já. Þetta er bara þannig, ég meina það virðist enginn geta, sko málið er líka, þú veist, ungt fólk er jafnvel að reyna að safna sig fyrir útborgun og segjum að, þú veist, þegar þú byrjar að safna þig fyrir útborgun þá kostar íbúð eins og þú ert að hugsa velta fyrir þér, hún kostar 80 milljónir og 10% ég held að fyrstu kaupitur allavega fái 10%, þú eru bara að leggja 10%, það er 8 milljónir. Það er ekkert smá mál að safna fyrir 8 milljónir, sko. Og þegar þú er búin að safna fyrir 8 milljónir, þá er þessi íbúð komin upp í 94. Og þú getur gleymt því. Skilur, og svo framvegis og svo framvegis. Þú getur gleymt því alveg að þú ert á leigumarkaði líka. Já. Og þú bara heppin að hún er að skrimpa. Já, svo er skrimta. Og að safna samhliða því er náttúrulega bara, þetta er bara ekki mögulegt. Þannig að sko við þurfum að laga hana lánamarkað. Það álíka eitthvað að vera að marka greiðslumat. Það á ekki að vera hægt í rauninni að setja þig í greiðslu sem eru hærri en greiðslumati. Ég menna, þetta er, maður er svona að reyna að höggva hér og þar, ég hef nú verið með frumvarp þetta, sko, til dæmis varandi greiðslumati, en það er kannski, það þarf náttúrulega bara eitthvað svona sem að við þurfum svolítið að skera þetta allt saman upp. En akkur eru svona veikar raddir til að tala fyrir þessum stóra hagsmunahópi? Það bara heyri til undantekninga. Til dæmis að þingmenn taki þennan slag sem þú ert að taka hér og ræðir mál á þessum nótum. Erum við að verða bara dofin fyrir þessu eða hvernig skýrir það? Ég held að það sé ákveðin dofi, ég held að það sé það. Það er líka, sko, ég stundi verið að hugsa eins og, þú veist, á árunum fyrir hrun, þú veist, hvernig, þú veist, það heyrðist ofsagróða bankan og við vorum bara, þú veist, og allt það, og jafnvel eftir hrun, þú veist, allt í hennu fóru bankanir að rísa úr öskustónni og aftur þessi svaka hagnaður og þessi mikli gróði og eftir hrun, ég held að ég og Ragnar Þór vorum fyrst til þess að ég held að ég fari ekki rangt með, ég held að það ekki verið svona 2016 eða 17, það sem að þá var hagnaði bankana 650 miljardar frá hruni. Það hefði verið það. Og við settum það í samhengi við hvað hefði mikið komið frá hverju heimili og hvernig þetta gengi upp að í þessu árferði hefðu bankarnir hagnast allan þennan þennan miklu fjármuni. Það var enginn að tala út frá þessu. Það var alltaf verið litið á þetta eins og þetta sé, þú veist, bara snillið þeirra að þakka og þessir peninga bara detti af himnum ofan eða eitthvað. En þeir koma að stórum hluta frá okkur, ekki eingöngu, en að stórum hluta og meðaltöl eru notuð í ýmsum tilgangi og mér finnst alveg satt að nota meðaltöl það, ok, ef þetta er að meðaltali þetta mikið frá hverju heimili, af því að það er líka bara hagnaðurinn. Það er allt hitt, allur kostnaðurinn liggur þarna líka, hann kemur líka frá einhverjum, sko. Og þannig að þú veist,
og svo núna sko hefur þessi umræða snúist og fólk alveg farið að velta þessu fyrir sér. Það ekki alveg þessi sama aðdáun, allavega ekki allstaðar. Ég held að það sé alveg svakalega auðvelt að reka banka. Þú veist ekki, skilur, þú bara áskrifandi peningu fólks í landinu, þau bara koma til þín. Þú þarft ekki að lyfta litla fingri. Það bara, Seðlabankinn segir bara já, það eru svona miklu vextir og þú bara já, ok, og hækkar það og þú bara hleður inn. Já. Þú veist, ég held að fólki sem við að bera mikla virðingu fyrir hvernig það fólki sem lifir af örorkubótum á hverju einasta mánuði. Það fólki sem við að leita ráð hjá og finna út hvernig það fyrir að því að reka sig sko. Það ekkit erfitt að reka sig þegar þú færð allt þetta bara svona beint upp í hendurnar. Og ekki verðum að frekar varfið þessi flókin vinna í Seðlabankanum. Það nú held ég 307 manns samkvæmt síðasta yfirliti og hérna þar alltaf sama stefið. Núna síðast þá hjólaði Seðlabankastjóri í launþega, í launþegarhreyfingunni, hótaði henni öllu illu og þetta svona úr svipaðri átt eins og þegar við vorum skömmuð, þegar fátæk alþýðan hafði leyft sér 70.000 króna ferð til Tene í viku. Og hann djöflaðist á bláfatekum almenningi sem kemst einmitt ekki lengra kannski á ári heldur en eina viku á Tene og skammaði okkur fyrir tásumyndirnar og það var þeim að kenna og okkar ferðum. Allt á okkur að kenna. Hvaða rugl þetta? Já, ég bara eins og ég segi, mér finnst þetta mjög sérstakt sko og mér finnst líka sko engin, sko ég myndi vilja sjá líka svona smá, hvað við segja, aðeins að hugsa út fyrir boxið í Seðlabankanum. Að það sé ekki bara hækkum bara stýrivextina. Já. Vegna þess að sko það ýmis önnur úrræði. Já, og ég held Seðlabankinn ræður yfir ýmsum tækjum og tólum sem að ég hef ekki, þú veist, ég ekki hagfræðingur, ég ætla ekki að láta eins og ég viti allt hvað hægt að gera. En það sýnist manni þeir oft ekki bestir í umræðinu til þess að greina samfélagi. Það eins og ég segi, mér finnst að það eigi svolítið að blasa við að 200-300.000 krónur á mánuði á fjölskyldu landsins gengur ekki upp til lengdar. Það bara eiginlega gengur ekki upp og alls ekki til lengdar og nú þetta ástand búið að vara í hvað næstu í 3 ár og það finnst mér ekki ganga upp. En við komum nú með hugmynd, ég og Ragnar Þóra mitt skrifum grein, það ekki verið 22 sennilega, það sem að við rættum mögulega laust sko í staðin fyrir vaxtahækkanir væri farið í eitthvað sem við köllum þrepaskiptan skyldusparnað. Sem að væri það bara þannig að þegar að hætta skapaðist eða það væri ástæði til að draga peningamagn í umferð, þá þið settur á einhvers konar skyldusparnaður bara á alla og sem að væri þá bundið við tekjur sem að þýddi að þeir sem að mest eiga að þeir væru virkilega þyrftu að taka þátt í þessu líka og þó þeir skulduðu lítið og þetta væri miklu minna heldur en nokkuð tíma 200-300 krónur sko, þú veist, ég veit ekki, þú veist, ef þetta væri 10% á þá sem væri með 500.000 sko, þá væri það 50.000 mánuði sko. Þannig að og þetta svo bara lagt inn á reikning sem að svo fólk fengi svo að sækja í eða til dæmis þegar að kannski tímabundi til 6 mánaði í einu eða eitthvað og svo fengi fólk sem að kannski ætlaði að fara í framkvæmdir, segjum að ég þyrfti nú að breyta hjá mér eldhúsinu eða skipta gólfefni eða laga þakið, þá geti ég farið og sótt að fá af mínu fé úr þessum sjóði. Og þú veist, sko það eru til, þú veist, þetta með að setja þetta alltaf bara á lánin okkar, þannig að bankarnir fitni eins og púkin á fjósbitanum og heimilin berjist í bökkum og ef þau ráðu ekki við þetta, þá eru þau bara komin í vanskil og aftur eru bankarnir þá komin, þeir geta hirt eignirnar og hvernig sem það ég meina, þetta gengur ekki upp, við verðum að fara að finna nýja leiðir. Ef maður hlustar þess á erlend podcast hagfræði þá skilst mér af þeim að Seðlabankinn hafi til dæmis alls konar möguleika með viðskipti á bréfum sem þýddi það að þetta fylgjast vel með markaðinum þá væri þessi 307 kannski þyrftu að vera aðeins vakandi bara frá sveiflunum frá degi til dags og það, eins og ég segi, það ýmislegt annað sem að hægt að gera en allt kemur fyrir ekki. Og núna erum við að sigla inn í mjög alvarlegt skeið. Atvinnuleysi vex
það talað að hjá ungu fólki nálgist það 10%. Ok. Mörg fyrirtæki hafa lagt upp laupana núna síðustu mánuði og svona válind veður yfir öðrum, við getum nefnt óvissu með stóriðju og fleira. Og á sama tíma og þetta þá keyrt eftir einhverju gamalli formúlu og það bara ýmislegt sem bendir til þess að sem aldrei fyrr þurfi núna að breyta kúrs og ein röksendin gegn þessum hávöxtum, hún kemur fram í því sem að þú skrifaðir, að ef fyrirtæki að verða skuldugri, þá bitna háir vextir á rekstrinum og auka verðbólgu frekar en að vinna gegn henni. Af því að þá þarf að spýta öllu út í verðlag. Ég finnst þetta bara svo augljóst. Ég skil ekki ef að eins og seðlabankastjóri hefur haldið fram ítrekkað að launahækkanir valdi verðbólgu af því að þeim íti fyrirtækinu út í verðlagið. Hvað heldur þau að gera þá við vextina? Sjálfsögðu ítaðir þeim út í verðlagið. Það bara blasir við. Það bara hlýtur að gerast og ég hef tekið þetta upp á þessum opnu fundum hjá Efnahags- og viðskiptanefnd og það var svona bara nei, þeir hefðu ekki trú á því. Þú veist, þannig að ég, eins og ég segi, sko, mér finnst þetta bara, þú veist, ég ætla ekki að halda því fram með þessi hagfræðingur, ég hef bara, þú veist, veit ekkert eða ekkert rosalega vel að mér allskins rankala hagfræðinar og allt það, en hagfræði kenning og þetta ekki sönnuð vísindi, þetta eru hagfræði kenningar og það verið að reyna að bregðast við og ég meina við erum ennþá að nota sömu aðferðir og við notuðum á síðustu öld og snemma jafnvel á síðustu öld. Það kom hérna, hvað heitir hann, Joseph Stiglitz, Nóbelsverðlaun að hafa í hagfræði, kom hérna fyrir nokkrum árum, hann sagði þetta versta sem þið geti gert. Það að vera að hækka vexti vegna þess að þetta ekki verðbólga sem að heimilin hafa skapað. Þetta verðbólga sem kom út af rofi í virðiskeðjum og öllu slíku út af COVID. Og hvernig lagar það með vöxtum á heimilin? Þú veist, og þú veist, þannig að þú veist, á þetta hefur ekki verið hlustað. Hún sagði þetta líka hvað hún, Lagarde, bankastjóri Evrópu, Seðlabankans eða Seðlabanka Evrópu, hún sagði þetta líka. Alls ekki hækka vexti, þessi verðbólga mun fara niður á sjálfu sér, þú veist, af því að hún ekki sköpuð af fólkinu í landinu. Og ég bara, eins og ég segi, mér finnst þetta núna, þetta löngu fullreynt og svo verð ég nú bara að segja líka og ég hef búin að segja það oft og sá nú allt í einu að það var nú komin grein í viðskiptablaðinu eða eitthvað bara núna í gær eða fyrradag. Þú veist, ekki þessi verðbólgumarkmið pínlítið einstaklingsleg? 2,5% verðbólga, hún hefur bara næstu aldrei fyrir til á Íslandi. Og hún fór niður fyrir, þú veist, efri mörkin eru 4%, hún fór niður fyrir 4% og þá þarf að bíða og sjá til. Þú veist, og í staðin fyrir að nota tækifærið og lækka. Og svo náttúrulega líka núna, segjum að verðbólgan færi nú bara allt í einu niður, hvað ætlar það að gera? Bara allt í einu lækkana. Vegna þess að mér finnst þetta bara að vera komið í mér finnst þetta að vera komið í vítahring sem að ég bara rosalega ósátt við, ég myndi bara vilja, núna væri bara sett upp, bara við ætlum að lækka þetta ekki að ganga, þannig að við ætlum að lækka bara vextina núna 0,5 að lágmarkið, þú veist, yfir næstu mánuði eða eitthvað svo leið og fara niður í 4% og bara reyna að gera það bara skynsamlega, við ætlum að nota önnur tæki vegna þess að þú veist, ég bara, eins og ég segi, 2,5% verðbólga hefur varla nokkuð tíma verið til á Íslandi og við höfum alveg getað að lifa með 4% verðbólgu sko. Og núna 5,2% og já, það talað einskiptis og mér skilst að hún hækki vist yfirleitt alltaf eftir áramót þegar að koma gjaldskrárhækkanir og svona, það ekkert nýtt, það ekkert bara hjá þessar ríkisstjórn, hefur vist alltaf gerst og og þú veist, og það einhvern veginn, þú veist, það voru ekki svona miklu varnaglar á hún hefur bara hækkað 0,5% þannig að við skulum ekki hækka núna. Þú veist, hækkanir á vöxtum eiga vist að taka allavega ár ef ég maður rétt að koma fram
En þetta var bara hækkað. Bara í mánuði við hvern einasta vaxta breytingadag. Þá var ekkert verið að fara varlega, en það fari svakalega varlega í lækkanirnar. Já. Og það er líka með hagfræðina að sko, þetta snýst sjónarhól. Ef sjónarhorn hagfræðinar og ráðandi hagfræðinga er alltaf þarna uppi og þeir horfa niður í staðis að vera niður í lágróðrunum og horfa upp. Þá seilast menn í mjög misjöfn úrræði, ólík vopn. Við skulum líka bara ekki gleyma því að það eru heimilin sem eru undirstaðan á Íslandi. Við skulum það stundist tala við fyrirtækin, það eru heimilin. Vegna þess að ef það er ekki heimili, þá þarf ekki fyrirtæki, skilur við. Og það eru, ef heimilin hafa ekki kaupgetu og annað, þá deyja fyrirtæki. Þannig að þú veist, þetta spilar allt saman og mér hefur þótt og fundist vont að heyra á þessum opnu fundum seðlabankastjóra segja heimilin þola meira og ég bara svona hvaða heimili þola meira? Hann veit ekkert það. Nei, þú veist, og þá er einhvern veginn bara svona... Þau búa meira og minna í einhverju búblu veröld, væning en dæning, hvert í öðru og hérna... Það er svona það er einhvern veginn búið að koma svona, það er einhver ásættanlegu fórnarkostnaður. Og ég tel bara það í engin nokkuð tíman að þurfa að missa heimili sitt vegna, það er ekki hægt að kalla þetta annað en forsendubrest. Nei. Hrunið var náttúrulega svakalegu fórsendubrestur, þetta er líka fórsendubrestur. Það á enginn að missa heimili sitt út af svona. Út af því að hann ræður ekki við greiðslur, það sem hann kannski tók lán, það sem átt að vera 150.000 krónur og það er komið upp í 250 eða 300 eða eitthvað svoleiðis. Það er bara algjör fórsendubrestur. Þú segir sko hættum að fóðra bankana með heimilur landsins. Já. Sem sagt, útgöngulegin úr því hver sér? Sko, það fyrir náttúrulega eftir hvernig þú lítur á þetta. Sko, mér finnst að það verður að lækka vextina og þá stundum við sagt mig, viltu bara gera það með handafli? Og ég segi bara, voru þeir ekki hækkaði með handafli? Þú veist, það er alveg hægt. Það þarf að finna aðrar leiðir, það þarf að, það eru fjársterkari aðilar sem að eru að valda þenslu. Það er ekki fólkið, venjulegt fólk á kannski við skulum bara segja meðalaunum sem að núna er búið að borga 200-300 krónur meira í hverjum einasta mánuði en það gerði nokkuð tíma ráð fyrir, það er ekki að valda þenslu. Og þetta er bara mjög slæmt, þetta er slæmt fyrir alla. Og mér finnst að við segjum hjá flokki fólksins, fólki fyrst og svo allt hitt. Og þetta bara snýst það. Við höfum fólkið í forgangi, ekki fjármálakerfið. Fólkið á að vera í forgangi. Og fjármálakerfið á að þjóna fólkinu, ekki fólkið fjármálakerfinu. Þú veist, þetta snýst það. Þannig að hvað vil ég gera? Þetta fer, þú veist, það eru örugglega, þú veist, ef að það þarf að minnka þensluna, þá þarf að nota aðra leiðin en þessar og það er hljóta að vera til og hvað það eru 307 manns hljóta geta fundið einhverja leiðir. Annað heldur en bara hækkum bara stýrivextina. Skulum biðja fyrir þeim. Já, það ekki bara. Jú, að hvort þau sjá í ljósið. En Ásta Lóa, svona aðeins í lokin, þið eru með 5,3% fylgi hjá flokki fólksins, núna samkvæmt Gallup síðustu viku, fengu 13,8% í kosningunum, stórglæslega útkomu, ekki síst þú. Suðurkjördæmi, 8,5% farið samkvæmt síðustu mælingu og kosningum. Þið eruð alltaf að fá þessa spurningu og þið eruð eiginlega alltaf að svara því sama. Að þið segið sko já við mælumst yfirleitt betur í kosningum heldur en á milli og svona en það verður samt ekki litið framhjá því að þarna er ansi mikið hrap. Hvernig skýrir þú þetta? Svona bara án vafninga. Já, ég eiginlega veit ekki alveg hvernig ég á að skýra þetta. Ég vegna þess að við erum virkilega að vinna fyrir fólki í landinu. Við erum þarna búin að ná mörgum okkar málum fram, ekki hratt og allir vildu, það gerist ekki allt í fyrra. Það var mikið kvartað við því að við náðum ekki gegn því sem við vildum bara á fyrstu mánuðunum. En við erum að vinna fyrir fólki í landinu. Og við erum flokkur sem er tilbúin til þess að fara í algjörrar kerfisbreytingar. Við erum tilbúin til þess að hræra upp og gera hlutina til sem að
virkilega breyta einhverju í staðin fyrir að, ég veit ekki hvað maður segir, hræra bara í pottinum og svo í rauninni sko sest þetta bara allt á sama hátt og áður. Við erum núna að koma mjög mörgum á málunum okkar í gegn. Ég menna við erum núna, það er verið að berjast þarna út af almannatryggingunum inn á þingi. Núna, ég veit ekki hvort að umræðan var þegar ég hljóp þaðan út, þá var umræðan að byrja í þeim og hún var svolítið löng núna í síðustu viku. Það sem að verið að binda sem sagt, eða tryggja það að greiðslur almannatryggingar þannig að breytist í takti við launavísitölu. Þetta gríðarlegt framfaraskref. Það hefur enginn gert þetta, engin önnur ríkisstjórn reynt að gera þetta og þau eru alveg reynt í henglum yfir þessu stjórnarandstaðan, alveg brjáluð yfir því að þetta séu útgjöld fyrir ríkissjóð sem að megi bara ekki vera. Alltaf þegar að gera eitthvað fyrir þá sem verstanda í landinu, þá er það flokkur fólksins sem stendur á bak við það. En þó það sé ekki ykkar máli, það samt ekki rétt hjá stjórnarandstöðuna að plan Kristrúnar Frostadóttur og Daða er í henglum. Það átt að berja niður verðbólguna og þar með áttur vextirnir að lækka sem stendur þá er planið svolítið í henglum. Þó það sé nú ekki kannski verið skrifað á þína vakt. Nei, en við skulum samt ekki gleyma því sem að ég til dæmis sagði hérna áðan, verðbólgan hefur lækkað. Eða þú sagðir það og last upp greininni minni. Verðbólgan hefur lækkað, hún fór hæst í 10,2%. Hún er núna, eftir þessa hækkun sem var núna áramótin, í 5,2%. Hún hefur lækkað helming. Af hverju hafa vextir ekki lækkað með því? Þú veist, það er ekki eitthvað sem er undir stjórn ríkisstjórnarinnar að lækka vexti og það er nú það sem ég er að segja í þessari grein. Það er ekki verðbólgan sem er að valda heimilunum búsifjum, það eru vextirnir. Saknar þess tíma þegar Seðlabankinn var undir armi stjórnvalda og það var hægt að grípa inn í? Ég var nú svo ung þegar sá tími var að ég var lítið að velta þessu fyrir mér. Ég get alveg séð fullt af göllum á því. Það sem að hins vegar kannski hefur breyst að þá var það bara sjávarútvegurinn sem að öllu réði. Nú eru komna svo marga greinar. Þú veist, við erum komið með ferðaþjónustu, við erum náttúrulega með sjávarútvegin, við erum með tæknigreinarnar og allt það. Þannig að það er ekkit hægt núna held ég að þó að ríkisstjórn myndi vilja það, þá gæti hún ekki endilega verið að lækka eða fikti gengi eftir gengi einnar greinar. Það þurfti bara eitt síntal frá mógulunum og þá bara gengi fellt 10%. Þannig að ég svo sem held að... ágallar á gamla kerfinu. Ég held svo sem að sá vinkil sé sko ekki eins og hann var þá, ekki sama hætt á honum. Nei, ég held að Seðlabankinn eigi að vera sjálfstæður í sínu störfum. En ég held líka á því þurfa að vera einhverjir varnaglar. Það er að segja sko, núna hefur Seðlabankinn haldið uppi þessu gríðarlega háa vaxtastigi og bara verið mjög fastur í því að hann ætlar ná verðbólgunni í 2,5% til þess að geta fara að lækka vexti sem hefur bara ekki þekkst áður og í núna 3 ár hefur það bil, hefur Seðlabankinn staðið fyrir þessu háa vaxtastigi. Mér finnst að á einhverju stigi eigi og verði kjörnir fulltrúar að geta gripið fram fyrir hendurnar á embættismönnum. Hvernig? Já, það hlýtur að vera hægt að segja, ok, þetta gengur ekki lengur. Við getum ekki farið svona lengur með heimili landsins. Ef að kjörnir fulltrúar get ekki gert það í dag, verðist vera, og það er bara gríðarlega slæmt. Og svo tölum við, eða við segjum, það þarf að lækka verðbólguna, svo hægt er nániður verðbólguna, svo hægt sé að lækka vextina og ég stend alltaf að segja, hún hefur lækkað meirinn helming. Hún hefur lækkað sem sagt, 50% eða úr 10,2 í 5,2 núna og hefur farið lægra en er núna í 5,2. Vext, semst 5% stig slétt hefur verðbólgan lækkað. En vextir hafa bara lækkað 2% stig úr 9,25 niður í 7,25. Af hverju er ekki samræmið þarna á milli? En finnst þér ekkert vandræðilegt að þinn ein meirihluti hafi stuðlað aukinni verðbólgu með þeim breytingum sem verður á akstursgjöldum? Ég finnst sko vandræðilegt og ekki vandræðilegt, það vissu það allir að það yrði að gera eitthvað varðandi akstursgjöldin. Það bara varð eitthvað sem og fyrir ríkisstjórn var nú ekki búin að reyna neitt lítið til að koma því í gegn en og reyndi það á síðustu metrónum í rétt fyrir kosningar að tróða þessu kílómetrafrumvarpi í gegn. Það var lagað til og það verð að gera eitthvað en á móti, og mér finnst það einhvern veginn alltaf gleymast í umræðinu, á móti hefur bensínlíterinn líka lækkað 100 krónur það bil og þannig að sko
þannig að þetta ekki bara við reiknum það út á mínu heimili, við komum ekki verð út úr og svo jafnvel betur. Þannig að sko ég veit það ekki. En af því að pappakassan einblína bara á tölur, þá þetta náttúrulega óheppilegt. Já, en þetta víst eitthvað sem að gerist bara yfirleitt hver áramót þegar að það koma inn breytingar hjá, sem sagt, gjaldskrárbreytingar hjá ríkisstjórninni og þarna verið að gera þennan nýja hlut. Þannig að ég, sko eins og ég segi, þú veist, hvað var hún? Hún var 4,7 eða eitthvað og hækkaði upp í 5,2 0,5%. Það ekki stóri vandinn fyrir heimili landsins. Það eru vextirnir. Sem stóri vandinn fyrir heimili landsins. Það rétt að lokum ástaloga. Þú sagðir að það embætti sem ráðherra eftir erfitt mál. Já. Við sáum þingmann Viðreisnar núna daginn segja á sér embætti vegna gamals mál, sumir segja að það hafi verið hugsanaglæpur. Við þekkjum ekki alveg þá sögu, nógu vel. Þórður Snær fékk ekki þingsæti út á eldgömlu máli. Hvað finnst þér þetta allt saman? Tímana sem við lifum, að fólk að missa stöður sínar og embætti alveg vinstri hægri út frá einhverju svona frekarloðinu og óljósu aftur í fortíðinni. Oft. Já, ég veit það ekki, ég kannski ekki rétta manneskjan til að spyrja það sem að ég náttúrulega einn af þeim sem lenti í þessu. Ég veit bara í mínu tilfelli að þá var þetta spurningu að það hefur nú verið sagt, já þetta var ekki fjölmiðlum að kenna, hún sagði sér áður en þetta komin í fjölmiðla en við erum svo sem ekki fætt í gær og við vorum alveg búin að sjá það sást alveg hvað var að byggjast upp. Já, RÚV. Já, það sást líka svo að það sé sagt að inn í mínu ráðuneyti það var endalaust eitthvað, þau starfsfólk ráðuneytisins hafði bara aldrei séðan aðeins frá fjölmiðlum. Það var bara alltaf verið að reyna að finna eitthvað og þú veist bara fólk var í mikilli vinnu við að svara allskyns frá fjölmiðlum. Vikurnar og mánuðin á undan. Já, bara alveg frá því að við tókum við embætti. Sko, ég ekki að segja að það hefði beinst gegn mér en ég bara að segja að það beindist gegn þessar ríkisstjórn og allavega, þú veist, og var meðal annars þá inn í mínu ráðuneyti. Þannig að við sáum hvað var að byggjast upp og þennan dag að þá vildi RÚV engu svara en hvað hefðu og annað og þetta var bara augljóst hvað var að fara í gang og maður segir af sér, ég gerði það til þess að verja málaflokkin sem að vegna þess að ég vissi það, það var bara fyrir séð að ráðuneyti mitt myndi ekki fá nokkurn einasta frið, ríkisstjórnin ekki heldur og svo náttúrulega fjölskyldan mín. Hvernig leiðir þau og heyrðir þessa fyrstu frétt klukkan 6? Það kom á daginn síðar að fréttin var ekki alveg nákvæm. Ég heyrði þetta ekki. Nei, ég hef ekki hlustað, hvorki hlustan í hort á neitt frá þessum tíma. Ég hef ekki getað. Nei. En ég bara hef heyrt af þessu og að sjálfsögðu og svo sá ég, fréttin hún var mjög röng og mér finnst ótrúlegt að eina manneskja sem þurfti að segja af sér út af þessu ég. En ég og fyrst ég sitt núna og fyrst þú komst með þetta upp sem ég átti ekki endilega vona að ég hef hvað að segja, ég held að séu fáir sem að hafa upplifað eða ég á þá sérstöku hvað að segja upplifun að hafa fengið alveg gríðarlegan stuðning hjá þjóðinni og fólki var virkilega ofboðið og maður fann það og þetta byrjaði að snúast, þetta gerist á 50 degi og ég horfði af því að ég sá nú aðeins samfélagsmiðla, þetta byrjaði að snúast í hádegi og föstudegi og fólk kom heim til mín með gjafir og blóm og sendi mér skilaboð, ég hef örugglega fengið á 2.000 skilaboða og þú veist það var bara ótrúlegt og ég fór nú eiginlega bara vall út úr húsi í einhverja vikur eftir og svo fórum við nú ellendis, stungum nú bara af en í smá tíma en bara allstaðar sem ég fór, þú veist það var fólk að stoppa mig og bara lýsa við stuðningi og annað þess það. Það verið smyrsl á sárin. Já, það náttúrulega alveg ótrúlegt að upplifa þetta og ég bara, þú veist, ég á ekki til orð til að þakka öllu þessu fólki og því miður mannvalla, þú veist, þetta voru svo margir að maður getur ekki að mannvalla nöfn eða neitt sko, en þetta var alveg ótrúlegt. En svo náttúrulega líka var, eins og ég segi, mér finnst mjög sérstakt að daginn eftir, eða þannig í hádeginu og föstudeginum,
að þá Morgunblaðið tilbúið eða Stefán Einar með alls konar lygar mín húsnæðismál og einhverja sér samninga og spillingu og eitthvað sem ég hef átt að fá í varðandi mitt heimil okkar hjá Arion banka. Og þetta náttúrulega svo yfirgengilega langsótt að það ekki einu sinni fyndi. Ég var ekki þingmaður eða í neinum stjórnmálastarfi 2019 sko. Það sem að basically gerðist var að, þú veist, og fólk, það er svona eins og, þú veist, hann fékk þarna einhverja sérfræðinga til þess að segja sína skoðun á þessum málum. Fólk sem að vissi ekkert þetta, aldrei tala við mig eða neitt og þar var haldið fram hlutum sem að standast enga skoðun og eins og ég segi, ég var ekki í stjórnmálum 2019. Þetta kom ekki upp úr einu, þetta var eftir 11 ára baráttu og að ég held 5 dómsmál. Skilur þú veist, við fórum við vorum bara í dómsmálum og öðru við þarna og það síðasta var út af þessum nú ég bara fyrir ekki aðeins þetta sambandi fyrstu vöxtum og sem að voru upp á 11 milljónir það byrja 11 milljónir og þú veist, og fólk alveg, já, hún vill bara fá allt ókipis og hún alltaf bara vill fá og ég hef ekki borgað leigu og allt það, já, við borguðum ekki leigu í nokkur árum, við líka vorum bara með 50% veðsetningu á húsinu, sko. Það var alltaf vita að húsið stæði undir öllu þegar það kæmi og málið þú getur ekki leið og borgar, þá ertu búin að samþykkja kröfuna. Þannig að þú veist, það var í rauninni komið í veg fyrir að við getum borgað. Skilur, þú getur ekki borgað vegna samþykkir kröfuna. Og svoleiðis að svo náttúrulega eftir uppboði sem var 2017 þá vorum við búin að borga það leigu 200 og við borguðum 8 milljónir í leigu 8,5 milljón held ég og en þegar að þarna var komið og þessir fyndu vextir sem að við vorum búin að fara með í gegnum við vorum búin að tæma öll réttarúrræði á Íslandi hérað landsrétt sem að hendi málinu út á þeim grundvelli að málsástæðan fyndi vextir ekki komið fram nógu snemma eina málsástæðan. Hæstarétt sem að neitaði að taka máli fyrir af því að þetta væri ekki nógu stóru upphæð fyrir hann til að hreyfa sig. Og og vorum með þetta hjá endurupptökunefnd sem var búin að hafa þetta í 9 mánuði. Þegar að og í milltíðinni á meðan það algjör mettími hjá endurupptökunefnd sko. Og í milltíðinni eða þarna sumarið 2019 þá ákvað Arion banki að framlengja ekki við okkur leigusamning. Við vildum bíða eftir endurupptökunefnd, ekki vera farin úr húsinu þegar það kemur, við heldum ennþá í vonuna þar og við fórum ekki. Þú veist, þetta stóð þetta tæpt, við bara fórum ekki, en heldum áfram að borga leiguna og þar með fór Arion banki að tala við okkur. Vegna þess að þannig að, þú veist, ég er bara að segja, sko, baráttan var búin að vera svakaleg og verði sem við borguðum fyrir húsi, það sem að við fengum í gegn var að bankinn kæmi frá sig að skaðlausu og þess vegna gerðum við þarna samning, þá var húsi metið á 80 milljónir á þessum tíma, það var söluverðmæti þessar svona hús eins og okkar hefði verið 80 milljónir. Við gerum samning og fáum upp á 55,5 og það eru náttúrulega 11 milljónir í vexti sem að Arion banki var búin að fá frá okkur. Þá erum við komin upp í 66 milljónir. Við vorum búin að borga 8 milljónir í leigu og það var eitthvað eitt annað. Við vorum komin vel yfir 90 milljónar. Við vorum komin yfir 90 milljónir í þeir sem við í rauninni höfðum borga bankanum ef allt væri talið. Þannig að sko spilling og annað þetta fannst mér ógeðslega vont að fá vegna þess að ég var bara í stöðu ég hefði rifið þannig í mig með þetta, þú veist, anytime sko, en þarna gat ég ekki svarað og svo er ég ennþá að sjá þetta koma upp á Facebook og svona, já hún grætti nú aldeilis á, Jesús minn hvað ég hefði viljað sleppa við þessi 11 ára baráttu sko. En mér finnst þú vera að segja að frétta vilji svona meginstraumsfjölmiðla eins og þeir eru stundum kallaðir til þess að grafa upp hneyksli hjá ykkur ungum flokki sem hefur ekki sterka stöðu í þjóðfélaginu, nýkomin í ríkisstjórn
að frétta vilji og sóknin eftir hneykslum og afhjúpa hneyksli að þið hafið ekki setið kannski við sama borð eins og ég meina við höfum öll undrast hvað ríkisútvarpið og sín sem nú heitir hvað sjónvarsfréttamenn hafa oft á tíðum ekki gengið hart fram gegn mönnum eins og Bjarna Benediktssyni þegar hann var með allt niður um sig hvað eftir annað. Þú ert að segja að það sé ekki sama Jón og séra Jón þegar kemur að Ég held þessu. að það sé ekki spurning að gegn þessari ríkisstjórn standa mjög sterk öfl. Og þetta urðu náttúrulega hrein valdaskipti og það ég veit ekki, það eru aðilar sem að vera að slíta á það sem bara lögmál að þeir eigi að vera í ríkisstjórn að það sé bara eitthvað náttúrulögmál að sjálfstæðisflokkurinn sé í ríkisstjórn og svo framvegis. Já. Og ég geti sjálfu sér já, ég meina eins og ég segi, ég bara veit það að ráðuneytið kannaðist bara valla við annað eins og ég held að það sé saga alveg úr fleiri ráðuneytum á þess að ég geti alveg fullyrt það og það hefur verið farið mjög harkalega gegn okkur í flokki fólksins. Ég vann líka einu svona RÚV og þetta var ekki RÚV. Nei. Sko, mitt gamla RÚV. RÚV lét yfirleitt einkamiðlana svona mál að fara fram með takmarkaðar upplýsingar. Ég held að það sé alveg sko svona meira við það sem að ég veit og ég veit kannski ekkert mjög mikið meira en allir aðrir en þá virðist þetta hafa komið frá Morgunblaðinu til RÚV en það var mokkin bara tilbúinu fréttir, bara nokkrar, bara leið og þetta var komið frá RÚV og komið í RÚV. En mér finnst líka sko svona læti af því að það kom alveg í ljós strax bara, þú veist, ég menna þetta sést alveg þetta, þú veist, og bara, já, fólk snerist og sá að það var í rauninni, þú veist, ég ætla ekki að segja að það hafi ekkert verið neitt athugavert við þetta var bara eitthvað sem að ég hef alltaf, þetta hefur alltaf verið svona svo spott hjá mér, ég hef alltaf skammast mér fyrir þetta. Ekki af því að ég taldi þetta að veri ólöglegt, heldur bara að hafa ekki ráðið við aðstæður og hafa actually komist í þessa stöð, þú veist bara, þú veist, og aldrei kannski gert þetta upp við mig. Nei, og þess vegna lá ég bara alveg svakalega vel við höggi. Þess vegna ég að tala allar þessar gömlu syndir langt aftur í tíma. Þetta alveg umhugsunar efni. Þetta það og ég meina viljum við í pólitík fólk sem að hefur lifað lífi og kannski gert mistök og orðið alls konar á en tekist á við það með einhverjum hætti vegna þess að, og ég hef sagt þetta áður, ég ekki bara að segja þetta því að nú ég búin að lenda þarna, það sem mér finnst skipta máli þú veist, mistök gerð, það fer enginn í gegnum lífið að gera eitthvað sem mann skammast sín fyrir, gera mistök eða eitthvað, svo bara spurning hversu afdrifaríkt það en mér finnst kannski stóra máli vera hvernig tókstu á við það. Þú veist, hélstu áfram að gera sömu mistökin, þú veist, og er bara slóðin á eftir þig, þangað til að loksins kemst upp þig. Mér finnst rosalega munur á því, eða þá því að þú gerðir eitthvað mistök, þér varð eitthvað á, eins og hjá honum Guðbrandi, hann velti einhverju fyrir sér, hann gerði það ekki. Hugsanaglæp. Já, hann velti, þú veist, ég menna, og hvernig tekstu á við þetta? Þú veist, hvað gerur svo? Þú veist, bætir ráð þitt, eða, þú veist, slóðin á eftir þér. Mér finnst þetta að vera aðalmáli, ekki hvort að eitthvað hafa átt sér stað, ekki. En og ég veit eins og í bara, hans tilfælli mér finnst það bara alveg, við mistum bara mjög góð mann. Já. Það fengi. Ég þekki margt fólk og fer við það og það eru mjög margir sem segja það sama þitt mál, að þeim hafi ekki fundist neina ástæða til að þú segir að þér. Nei. En nema þá kannski vegna þess að þú heimsóttir þessa konu. Það hafi verið hins slæmi dómgreindaprestur. Hvað segirðu við þessar raddir? Já, ég menna, ég get alveg tekið undir, það var dómgreindaprestur, en eins og ég segi, þú veist, ég var að, þetta var náttúrulega bara, þetta var bara mín stærsta martröð og þetta færi bara út, sko. Og maður bregst einhvern veginn við, ég menna, ég vissi þetta í rauninni fyrir víst, hvað var að gerast á sunnudegi og já, ég heimsótti hann á þriðjudaginn, hún var búin að segja, hún vildi tala við mig af því að hún sagði, hún væri tilbúin til að hitta mig, svo svarar hún mér ekki á mánudegi og það sem ég vildi gera var í rauninni ég bara, þú veist, hún var mjög einstengisleg í sinni afstöðu og hún vissi ekki nema eina hlið á máli og ég vildi að hún
áttaði sig á að það væri fyrir utan kannski að ég held að hún hafi ekki heldur gert sig grein fyrir hversu svakalegu stormur þetta er. Og það er meirinn að segja að lendi svoleiði sko. En hérna, ég kannski líka þarna, þú veist, jú, ég var ráðherra en ég vakna ekki á morgnana og ég er ráðherra, þú veist, eða eitthvað skilur, þú veist, svo maður bara, þú veist, þannig var ég bara komin heim og ég var, þú veist, búin að sinna mínu starfi þann dag og já, þetta var dómgreindapestur en ég held að ansi margir hefðu gert þetta. Svo það sem nú sagt, en ég veit það, hvað veit ég? En mér finnst þetta í sjálfu sér, á saman tíma finnst mér, þú veist, við erum bara fólk og hérna, ég held ekki heldur að við erum svolítið klofin Íslendingar í afstöðu okkar til ráðamanna. Þú veist, eins og þarna er ég bara ráðherra greinilega allan sólarhringinn. En ef ég myndi mæta eitthvað staðar og gera kröfu að vera meðhöndluð sem ráðherra, þá alltaf sæta á fremsta bekk eða eitthvað þess að það skilur, þá verður það ekkit, hvað heldur hún að sé? Þú veist, hún er ekkit ráðherra hér, skilur, þú veist, þá kemur þessi og ég var ekkit að fara út all lítandi á mig sem ráðherra, sko. Þú veist, það var ekki það sem ég sá fyrir mér en hérna, maður svo lengi læri sem lifir og hérna, þó ég vona ég þurfi aldrei að lendi í neinu, ekki að lendi í neinu svona, sko. Það er mjög fínt að þú vitnir í háamál, það er bara svo læri sem lifir, það er hérna... Það vart fundið betra heilræði. Þakka þið fyrir að hérna bregðast við spurningum mínu. Það er alveg rétt sem þú sagðir. Við höfum ekki rætt það að hérna fyrirfram að ég myndi spyrja þessara spurninga. En mér fannst alltaf fundist að það vanti pínleiti slútt og takk fyrir að bregðast við þessum spurningum og gera þetta svona svolítið upp með mér núna, þessum tíma síðar. Takk fyrir. Og takk fyrir að tala máli skuldugra og hérna við þurfum fleiri raddir eins og þína. Kæra þakkir. Ég mun aldrei hætta því. Nei. Takk. Kæra þakkir afturlega. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér eftir. Andartak, ekki frá langt. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.